Guðspjallið skrifar Guðspjallamaðurinn Jóhannes. Sé lof og dýrð sinn gleðilega boðskap. Guðspjall þessa drottins dags að finna í Jóhannesar Guðspjalli. Það 4. kafli og vers 19 til 26. Jóhannes 4, 19 til 26. Konan segir við hann: Herra, nú sé ég að þú ert spámaður. Feður vorir hafa tilbeðið Guð á þessu fjalli, en þér segið að í Jerúsalem sé sá staður þar sem tilbeðja skuli. Jesús segir við hana: Trú þú mér, kona, sú stund kemur að þér munið hvorki tilbeðja föðurinn á þessu fjalli né í Jerúsalem. Þér tilbeðið það sem þér þekkið ekki, vér tilbeðum það sem við þekkjum, því hjálpræðið kemur frá gyðingunum. En sú stund kemur, já, hún nú komin, hinir sönnu tilbeðendur munu tilbeðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra, þannig tilbeðja hann. Guð andi, og þeir sem tilbeðja hann eiga að tilbeðja í anda og sannleika. Konan segir við hann: Ég veit að Messías kemur, það Kristur. Þegar hann kemur, mun hann kunngjöra oss allt. Jesús segir við hana: Ég hann, ég sem við þig tala. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Ritningar lestrarnir sem við höfum lesið í dag, þeir eiga sér allir þrír, eins og svo oft eiga sér stað í ákveðnu sögulegu samhengi. Og hér samhengið þannig að öðrum megin stendur Ísrael, hinn útvaldi lýður Guðs, og hins vegar annar lýður sem að hann hefur einhvers konar samskipti við. Í fyrri ritningarlestrunum heyrðum við ángistarorð Ísraelsmanna í bók sem kallast Harmljóðin. Það var þannig að Babýloníumenn hefðu komið úr austri og lagt Jerúsalem borg í rúst. Þeir hefðu brennt musterið og rænt öllum dýrgripum þaðan. Þeir tóku meira að segja með sér alla háttsetta menn og konur og fluttuðu úr landi. Kannski var það þá þessi litli hópur sem eftir stóð sem samdi þessi harmljóð. En hvað eiginlega harmljóð? Jú, harmljóð nokkurs konar bæn, eða kannski ángistarhróp sem svar við miklu áfalli eða svar við því þegar lífið einfaldlega hrynur saman. Í stað þess að trufla sig og leiða hugan einhvert í burtu með hjálp áfengis eða skemmtana eða steypa sér ofan í sjálfsvorkunn, þá talar harmljóð hlutina eins og þeir eru. Harmljóð segir einfaldlega frá, en ber þetta áfall fram fyrir Guð. Harmljóðið kvörtun við Guð yfir einhverju sem hefur átt sér stað. Og það mikið af svona harmljóðum í Biblíunni. Bæði þeim sem tala persónulega einhvern sem hefur upplifað eitthvað sjálfur og aleinn, og líka harmljóð sem tala sem hópur, eins og þetta harmljóð sem við heyrðum áðan. Og ég ætla að endurtaka svolítið úr þessu harmljóði, hvernig Ísraels þjóð talar eftir að hafa séð alla þessa miklu gereyðileggingu. Jerúsalem lögð í rúst, musterið brennt niður, allt farið. Þarna standa þeir eftir og segja: Minnstu þess drottinn hvað yfir oss hefur gengið. Lít þú á og sjá háðung vora. Konur hafa þeir svívirt í Síón, meyjar í Júdaborgum. Höfðingjana hengdu þeir, öldungunum sýndu þeir enga virðingu. Æskumennirnir urðu að þræla við kvörnina og sveinarnir duttu undir viðarbyrðunum. Öldungarnir eru horfnir á borgarhliðunum og æskumennirnir frá strengleiknum. Fögnuður hjartavors þrotin, gleðidans voru snúin í sorg. Kórónan fallin af höfði voru, vei oss því að vér höfum syndgað. Af því hjarta vort sjúkt orðið, vegna þess eru augu vor döpur, vegna Síons fjalls sem í eyði og refir nú hlaupa Þetta Ísraels lýður sem hrópar einum rómi til Guðs. Og eins með sama hætti erum við líka kölluð til þess að hrópa til Guðs með þá erfiðleika sem við mætum í lífinu. Biblían lofar nefnilega ekki auðveldu lífi.
Hún virðist oft gera hið gagnstæða. Hún leggur okkur orðið í munn hins vegar þegar við höfum þörf á orðum til þess að tala það sem gengur yfir okkur. Orð sem við höfum kannski ekki annars þorað að tala beint til Guðs. Harmljóðin í Biblíunni geta tjáð örvæntingu, reiði, þau geta meira sér kalla eftir hefnd, að Guð útrými óvinum manns. Hver þorir að tala svoleiðis orð til Guðs? En þetta sýnir okkur það að við þurfum ekki að hlífa Guði gagnvart átökum okkar, gagnvart innri tilfinningum, gagnvart reiði okkar, eða sama hvaða tilfinningar þær eru, hann þolir að heyra það, sama hvað það er. Og til þess eru einmitt harmljóðin, til þess að tala við Guð. Og síðan var það þannig í miðri þessari sorg sem að Ísraels líður þurfti að upplifa, þá var það einmitt þetta sem var fagnaðar boðskapurinn og vonin sem er tjáð líka í ljóðinu. Guð hafði útvalið þennan lið, Ísraels þjóð, til þess að gegna ákveðins hlutverks. Ísrael átti að vera sá líður og svo ætt sem að Kristur sjálfur kom frá. Og einmitt þess vegna lét Guð Ísrael mæta alls konar raunum, án þess að honum yrði nokkru sinni útrýmt þó. Guð hafði gefið gyðingunum öll fyrirheit sín og fyrirheit Guðs standa að eilífu. Þau standa stöðu jafnvel gegnum miklar raunir þegar allt er svart og lífið hrynur í kringum okkur. Og er það ekki einmitt vonin að Guð standi við fyrirheit sinn sem að síðan heldur liðnum standandi, jafnvel eftir eyðileggingu eins og lýst er í Gamla testamentinu. Þess vegna skulum við endurtaka síðustu orð ljóðsins líka þegar Ísraels þjóð segir: Þú drottinn ríkir að eilífu, þitt hásæti stendur frá kyni til kyns. Hví viltu gleyma oss eilíflega, yfirgefa oss langan aldur? Snú þú oss til þín, drottinn, þá snúum við, lát þú daga vora aftur verða eins og forðum. Eða hefur hafnað oss fyrir fullt og allt, reiðst oss út úr öllum máta. Og það var nú bara einmitt það. Guð heyrði þessa bæn sem byggðist á hans fyrirheiti. Guð efndi líka fyrirheitið og kom líð sínum til bjargar. En það gerðist ekki umsvifalaust. Það tók 70 ár áður en líðurinn fekk að snúa aftur til Jerúsalem og honum var veitt leyfi til þess að byggja eða endurreisa mustrið og borgina helgu. Sú saga er sögð í Esra og Nehemía bók í Gamla testamentinu og spámannirnir Sakaría, Nahum og Malaki tala allir sérstaklega til þessa tíma þegar verið var að endurreisa. Og þó var samt sem áður mikið eftir eins og við komum á eftir. En maður spyr sig, eftir þessa reynslu, lærði Ísrael nokkuð af henni? Ef maður skoðar tíma milli Gamla og Nýja testamentisins, allt það sem gerðist, og reyndar, ef maður skoðar Gamla testamentið í heild, þá getur maður nú eiginlega efast það. Það er sama sorgarsagan sem endurtekur sig aftur og aftur, sífellt gegnum Biblíuna alla. Og þá maður reyndi að segja að hún sé þarna í líka mun víðtækara samhengi, eða víðtækari skilringi, því að allar þjóðir hafa lifað í andstöðu og uppreisn við Guð og nýta hvert einasta tækifæri til þess að brjóta gegn vilja hans. Það á ekkert sérstaklega við Ísraels þjóð, það er þannig með okkur öll. En Ísraels þjóð er í sérflokki af öðrum ástæðum, vegna þess að Guð útvaldi þessa þjóð sem sinn eignar líð. Hann talaði til þeirra fyrir munn spámannana, hann talaði til þeirra fyrir munn konunganna, hann gaf þeim lögmál sitt, hann gaf þeim fyrirheitin, hann ól þessa þjóð upp með því að leyfa þeim að fara sína leið og rata í alls konar ógangur og síðan bjarga þeim aftur út. Þetta er líðurinn sem átt að vita betur, en brást samt. Þeir söfnuðu meira að segja þessari reynslu í bækur Gamla testamentisins, skrifuðu þetta niður og brugðu samt aftur. En á það ekki líka bara við okkur öll, við sem áköllum skapara heimins og jarðar og drottinn Jesú Krist,
Frá orði hans vitum við vel munin og rétt og röngu, það ekki? Við vitum hvað Guði þóknanlegt líferni og hvað það ekki. Við vitum vel hvers vegna Guð dæmdi Ísrael og samt sem áður föllum við aftur og aftur í sömu freistingarnar, í sömu syndirnar, hvort sem það völdum hugleysis eða eigin lista á langana, eða hvort það stjórnsemi eða áhrif frá einhverjum öðrum, eða hvað sem það nú þá gerist það aftur og aftur, það ekki. Okkur finnst jafnvel að við höfum samt sem áður efni á því að líta niður á þjóð gyðinga fyrir að gera nákvæmlega það sem við gerum síðan aftur seinna. Hvers konar harmljóð getum við þá sungið ef að Guð leyfir raununum að ganga yfir líf okkar? En þetta Gamla testamentins textin. Við lásum líka úr Guðspjallinu, þar sem Jesús situr við brunn í Síkemdal, kannski dagleið norðan við Jerúsalem. Þetta svona í rauninni 3 dalir sem að mætast þarna og í miðjun þessi brunnur. Og þar situr hann og talar við samverska konu, því þetta var orðið samverst svæði. Og þessi samverjar þeir byggju á þessu svæði sem áður eða forðum var kallað Norðurríki Ísrael. Og eins og margir vita höfðu samverjar lengi verið óvinir gyðinga. Við vitum ekki nákvæmlega hvernig trúarlíf þeirra hafði mótast, en það var nokkurs konar afskræming af þeirri trú og þeim sáttmála sem Guð hafði gefið Ísraelsmönnum. Samverjar höfðu sína eigin útgáfu á Mósebókunum sem var breytt í ákveðnum atriðum. Það voru litlar en þó mikilvæga breytingar sem hentaði samverjum sérstaklega. Þetta var kannski ekki ósvipað því sem að vottar Jehóva gera í dag með sinni biblíuþýðingu. Samverjar höfðu meira segja reist sitt eigið musteri á Gerasím fjalli, rétt fyrir ofan þar sem Jesús var að tala við konuna. Hann hefði getað hort upp á musterið ef það ennþá stæði þar, en það stóð í rúst eftir að gyðingar af Hasmóni ætt hefðu eyðilagt það rúmum 100 árum áður. Og það var reyndar eftir þann atburð að þessi óvinsemd milli Samverja og gyðinga varð svona djúp eftir eyðileggingu musterinsins á Gerasím. Að sumu leyti voru þá Samverjar kannski í sömu stöðu og Ísraelsmenn höfðu verið nokkrum öldum áður þegar Babylóníumenn brenndu niður musterið í Jerúsalem og harmljóðin voru skrifuð. Það var áreiðanlega verið svipaðar tilfinningar til staðar, svipaður sársauki sem að Samverjar fundu til. En konan sem að Jesús talar við, hún gerir sér samt sem áður grein fyrir því að það munur á þessu tvennu. Það gat nefnilega ekki verið að báðir aðilar höfðu réttan skilning. Annarkvort voru ritningar gyðingar rétta eða ritningar Samverja. Hvort vegna gat ekki verið rétt. Annarkvort hafði Guð gefið gyðingunum fyrirheitin eða Samverjum. Annarkvort var musterið í Jerúsalem rétta eða Gerasím musterið sem nú lá í rúst. Augljóslega höfðu báðir aðilar syndgað gegn Guði, en það var kannski ekki eins augljóst með hvaða móti Samverjar höfðu gert það. Hjágóðadýrkun var augljóslega brot gegn boðorði Guðs, en hvað þetta musteri á Gerasím fjalli? Hvernig átti þessi kona, hvernig átti nokkur Samverji að vita hvort var rétt? Það er áhugavert að þessi kona hefur í rauninni mjög gott, einstaklega gott svar við þessu vandamáli. Því hún segir við Jesú, ég veit að Messias kemur, það er Kristur. Þegar hann kemur mun hann kungjur oss allt. Hún gefur sem sagt möguleika að það sé vafið þarna, hvort sé rétt, en Messias veit það. Hann svarar þessu fyrir okkur. Og Jesús svarar henni þá, ég er hann, ég sem við þig tala. Hugsaði það, hún að velta fyrir sér þessum stóru og erfiðu spurningum og síðan stendur svarið að það beint fyrir framan hana. Það er ekkert smá. Áður við komum að því svari sem að Jesús gefur henni, þá skulum við taka þetta aðeins aftur saman. Í fyrsta lagi þá hafði Guð kallað Ísraels þjóð til að vera hans sérstaki eignar líður. Hann gaf þeim fyrirheit bæði tímanlegar og eilífar blessanir. Hann gaf þeim orð sitt, niðurrita lögmál. Hann talaði til þeirra gegnum spámenn og konunga.
Hann ól þá upp með því að leyfa þeim að rata í ýmsar ógöngur en léta aldrei ganga lengra en að hann bjargaði þeim aftur. Gegnum þessar raunir lærði Ísraels þjóð að það raunverulegur munur á réttu og röngu. Að Guð ekki sér í gegnum fingur sér þegar mann brjóta gegn boðorðum hans. Refsingarnar sem Ísraels þjóð þurfti að þola voru einungis til þess að sýna fram á það. Guð tekur syndina mjög alvarlega og dæmir syndarann fyrir. Þá jafnt við Ísraelsmenn samverja þessa konu við brunnin og einni við mig, eða okkur öll sem hér inni sitjum eða stöndum. Ennfremur lærðu Ísraelsmenn að hrópa til Guðs í raunum sínum. Að hrópa til Guðs vegna mannmáttar þeirra, vegna þess að þeir fjallu í alls konar freistingar, vegna þess að þeir höfðu syndgað, vegna þeirra refsingar sem Guð lét yfir þá ganga. Og í þessum hrópum og áköllunum von þeirra falin. Því hún bindur sig við fyrirheitin sem Guð hefur gefið. Hann átti lausnina á syndinni. Hann átti fyrirgefningu syndana. Og það einmitt það sem að Jesús í raun svarar konunni. Já, það rétt. Guð valdi gyðinga og gaf þeim fyrirheit sín. Jafnvel þóttir hafi brugðist endurtekið. Já, þar af leiðandi mustrið í Jerúsalem sanna mustri. En það ekki nóg með það. Það nefnilega tilgangur með þessu öllu saman. Guð valdi Ísrael sem sinn eignarlýð ekki til þess að bæja fólk í burtu, heldur til þess að blessa allan heiminn. Ekki til að dæma okkur til dauða, við sem erum ekki af Ísraels þjóð, heldur til þess að veita fyrirgefningu syndan og eilíft líf öllum þeim sem trúa á Krist. Jesús segir við konuna, trúð þú mér kona, sú stund kemur að þér munuð hvorki tilbiðja föðurinn á þessu fjalli, það að segja á Gerizim fjalli, né í Jerúsalem, mustrinu þar. Þér, það að segja samverjarnir, tilbiðið það sem þér þekkið ekki. Vér tilbiðum það sem vér þekkjum, því að hjálpræðið kemur frá gyðingunum. Og hvaða hjálpræði það sem kemur frá gyðingunum? Augljóslega Jesús Kristur sjálfur. Til þess voru gyðingar kallaðir, til þess að bera fram Jesú Krist sem friðþægingu fyrir syndir heimsins. Og jafnvel þótt að stór hluti þeirra hafi raunverulega brugðist, þá gátu þeir ekki gert fyrirheit Guðs að engu. Syndin getur aldrei gert það. Hún getur aldrei fordæmt þann sem bindur von sína við Krist. Syndin ekki máttugri en Kristur. Jesús fæddist samkvæmt fyrirheitinu. Hann uppfyllti lögmál gyðinga, hann dó fyrir syndir heimsins, hann reis aftur upp á 3. degi. Það það hjálpræði sem Guð gaf þjóð gyðinga, öllum þeim sem vildu taka við því. Hann Messías gyðinga. Sama hvaða syndir hefðu dríkt, sama hvaða þjáningar þeir hefðu þurft að þola, þá stóð hjálpræði Guð sem öllum til boða fyrir verk Messíasar gyðinga. Og ekki nóg með það, heldur Messías gyðinga ekki bara fyrir gyðingana, heldur fyrir allar þjóðir heimsins. Það var fyrirheiti frá upphafi. Í þér og þínu afkvæmi munu allar þjóðir heimsins blessun hljóta, sagði Guð við Abraham. Þess vegna var þessi blessun fyrir samverskukonuna. Þess vegna þessi blessun fyrir okkur sem hér sitjum og stöndum. Gyðingarnir ortu harmljóð yfir hinu fallna musteri og Guð heyrði bæn þeirra. Musteri var endurreist tíma og sumir héldu eflaust að þar með hefði Guð efnt fyrirheit sín. Það svo sem rétt en ekki til fullnustu, því að fyrirheitið var mun stærra. Það átti ekki bara við bygginguna í Jerúsalem, heldur þann sem átti að deyja þar fyrir syndir heimsins. Það Jesús Kristur sem þið sanna musteri og hann getum við nálgast þar sem við erum. Við tilbiðjum hann í anda og sannleika, samkvæmt orði hans, og við veitum þessu musteri, þessari blessun, þessu hjálpræði, þessum Kristi, veitum við viðtöku bæði hér í orði hans og rétt strax þegar hann kemur til okkar í brauði og víni sakramentisins. Guði sé lof fyrir fyrirheit hans, þau eru sannarlega fagnaðar boðskapur. Dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilögum anda,
sem var í upphafi enn og verða mun aldir alda. Amen. Játum saman trú okkar.